Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 13. mars, er annar sunnudagur í föstu í kirkjuárinu og þema dagsins er trúarbaráttan. Lexían fjallar hinar næturlöngu glímu Jakobs við Guð. Pistillinn hvetur hinn trúa til þess að biðja kröftulega fyrir hvert öðru og með hvert öðru. En guðspjallið sem ég vel að tala út frá fjallar kanvesku konuna. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjall dagsins er úr Matteussi 15. kafla og hljóðar þannig. Þaðan hélt Jesús til byggða Týrusar og Sídonar. Þá kom kona nokkur kanvesk úr þeim héruðum og kallaði. Miskunna þú mér, drottin, sonur Davís. Dóttir mín er mjög kvalin af illum anda. En Jesús svaraði henni engu orði. Lærisveinir hans komu þá til hans og báðu hann. Láttu hana fara, hún eltir okkur með hrópum. Jesús mælti. Ég er ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraels ætt. Konan kom, laut honum og sagði, drottin, hjálpa þú mér. Hann svaraði, ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún sagði, satt er það, drottin. Þó éta hundarnir mola þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana, kona, mikil er trú þín, verði þér sem þú vilt, og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundu. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Já, þemað í dag er trúarbaráttan og við vitum að heimurinn nánast velur sér Guði eftir eigin hentisemi úr hinni miklu flóru átrúnaðargoða heimsins. Stærstu trúarbrögðin, hindúismi og búddismi, eiga fjöldan allan af guðum. Hjá þeim er trúin samofin inn í daglegt líf fólksins og menninguna, hof á öðru hverju horni og guðirnir hátt upp hafnir. Það fer svolítið eftir löndum hvað kristin trú er opinber eða samofin í málfar og menningu. En kristnir eiga bara einn guð. Og hjá þeim virðast margir eiga í trúarbaráttu. Það er hvort þeir eiga að trúa á þennan eina guð eða ekki. Hið fjölbreytta úrval guða var líka til staðar á dögum Jesú og Páll postuli lýsir því í Efesusbréfinu að barátta trúaraflana sé ekki af þessum heimi. Páll skrifar, styrkist í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin. Við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunnar í heimingeimnum. Barátta trúaraflana fer fram bak við tjöldin. Baráttan er fylgjendur, hverjum fylgjum við, á hvern trúum við. Og við sjáum á frásögnum Biblíunnar að spámenn Guðs höfðu í gegnum tíðina í nógu að snúast til að fá fólk til að snúa sér aftur til Guðs. Og oft heyri ég sögur af því að sterkasta trúarfólk okkar tíma hafi fyrst lent á botninum, beðið algjört skipbrot, en síðan í gegnum trúna á Guð unni sig út úr nauðsynni. Í Nýja testamentinu leitaði fólk til Jesú vegna sjúkdóma eða líkamlegrar fötlunar. Og í nokkur skipti tekið fram að fólki sem leitaði til hans var ekki gyðingar, heldur annarar trúar. Guðspjall dagsins segir að þegar Jesús hitti kanvesku konuna er hann staddur í byggðum Týrusar og Sídonar. Og ef við skoðum kort Biblíunnar sjáum við að hann er langt fyrir utan landsvæði gyðinga. Konan er afkomandi Kanverja
þjóðar sem var fyrir í landi Kananita eða í Kanans landi, þegar þjóðguðs settist þar að eftir brottförina frá Egyptalandi. Í orðaskýringum Biblíunnar segir að Kanverjar hafi haft einhver áhrif á menningu og átrúnað Ísraelsmanna, en spámenn drottins hafi barist mjög gegn þeim áhrifum. Af þessu má vera ljóst að Kanverjar hafa ekki sama guð og gyðingar. Þegar konan ávarpar Jesús segir hann við lærisveinana að hann sé ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraels ætt. En hvað var Jesús þá að gera þarna? Var hann kannski byrjaður að útvíkka trúboðið til heiðingjana? Í Jóhannarar guðspjalli segir: Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. Jesús var gyðingur, fæddist inn í þjóð Guðs, en þjóðin sem Jesús kallar hina týndu sauði af Ísraels ætt, þekkti hann ekki og tók því ekki við honum. En fjöldinn allur af þeim sem að gyðingar flokkuðu sem Grikki, það er heiðingja, hlustuðu á hann tala á strætum úti og úti í óbyggðum. Og þegar konan ávarpar hann, notar hún sæmdarheitið drottinn. Og við sjáum að hún þekkir eitthvað til sögu gyðinga þegar hún segir sonur Davíðs. Og hún viðurkennir hans himneska titil þegar hún laut niður fyrir framan hann og segir: Drottinn, hjálpa þú mér. Hann svarar henni: Ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Konan skildi hvað hann var að meina. Brauðið var boðskapurinn sem var ætlaður börnum hans, það er gyðingum, sem kallaði Kanverja hunda. Svo hún játar hún er ein af hundunum, en segir að hundarnir hafi hirt upp mola af boðskapnum og vegna molana, vegna þessara litlu fræðslu, trúir hún að hann geti læknað dóttur sína. Kona, mikil er trú þín, sagði Jesús. Kanverska konan vissi að Jesús var gyðingur og vegna þess hver samfélög hvers trúarbragðs var fyrir sig, hélt saman eða hélt sig sér, þá vissi hún að hann var fyrir utan hennar hring. Hún hafði engan rétt á að tala við hann eða biðja hjálp. Hennar trú hafði og treysti á eigin guði. Við þekkjum söguna þegar Jesús hitti samversku konuna við brunnin, að þá kom berlega í ljós hver samskipti milli trúarbragða voru lítil eða engin. En sú staðreynd að Jesús læknaði alla sem báðu hann lækningu, sama hvaða trúarbragði þeir tilheyrðu, sýnir að boðskapur hans stendur öllum til boða og getur frelsað alla sem vilja taka við honum. Guðspjallinu lauk með þeim orðum að Jesús sagði: Verði þér sem þú vilt. Í pistli dagsins segir: Trúarbænin gerir hinn sjúka heilan og Drottinn mun reisa hann á fætur. Æðsta ósk konunnar var að fá lækningu fyrir dóttur sína. Spakmæli segir að hinn heilbrigði eigi margar óskir, en hinn sjúki aðeins eina, að verða heill heilsu. Trú kanversku konunnar var byggð á brauðmólum, það er slitróttum fréttum af Jesú og kraftaverkum hans sem hann gerði. Því fiskisagan flaug og fólk safnaðist í kringum hann hvar sem hann fór. Í Lúkasar guðspjalli er merkileg frásögn, en þar segir að eftir að hafa farið til fjalls hafi Jesús gengið niður af fjallinu og numið staðar á sléttri flöt. Þar var stór hópur lærisveina hans og mikill fjöldi fólks úr Júdeu, frá Jerúsalem og sjávarbyggðum Týrusar og Sídónar, hafði komið til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna.
Allt fólkið reyndi að snerta hann því að frá honum kom kraftur sem læknaði alla. Þarna skipti trúin á lækningu öllu máli. Fólkið trúði að það þyrfti einungis að snerta hann til að læknast og það læknaðist. Í þessu fólst ákveðin viðurkenning á því hver Jesús væri, því getur nokkur nema Guð læknað þannig. Þegar veikindi steðja að snýst allt að ná heilsunni aftur og á tímum Jesú voru langvarandi veikindi þungur baggi á fjölskyldunni. Fólk með smitsjúkdóma var útskúfað úr samfélaginu og þeir sem voru ekki vinnufærir voru auka munnur til að metta. Að trúa því að það nægði að snerta Jesú til að fá lækningu hefur verið nógu ótrúlegt. En kanveska konan bað lækningu fyrir dóttur sína sem var ekki á staðnum. Það sagði Jesús lýsa mikilli trú hennar. Í Markúsar guðspjalli þessi sama frásögn í meginatriðum eins. En þar kemur fram að Jesús hafi síðan haldið frá Týrusarbyggðum enn lengra inn á svæði heiðingja. Og þar hafi hann haldið áfram að lækna, því heiðingjarnir tóku honum fagnandi og menn undruðust mjög og sögðu allt gerir hann vel. Daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Þemað í dag í á trúarbaráttan, hverjir höfnuðu Jesú og hverjir skildu við hið gamla og tóku honum fagnandi. Tákmyndin brauð og brauðmólar. Í hver skipti sem við ræðum trúmál falla brauðmólar til jarðar. Munum þá að eyru heyra, hjörtu geyma og brauðmólar geta bjargað. Jesús sagði brauð barnanna vera fyrir hina týndu sauði af Ísraels ætt. En hver veit nema brauðmólarnir hafi frelsað fleiri og séu enn að frelsa fólk. Jesús sagði ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann mun aldrei þyrsta sem á mig trúir. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, Amen.